Góðan daginn, kæru áhorfendur, við heilsum ykkur af Laugardalsvelli þar sem framöndan hátíðarstund. Vestur og Afturelding leika sæti í bestu deildinni að ári. Úrslitakeppnin í lengjudeildinni í algleymingi. Skagamenn komnir upp. Sigurbjörn Hreiðarsson, þú þekkir þessa deild ansi vel. Ef við byrjum bara á praktikinni. Að þessi úrslitakeppni hafi verið sett á laggirnar og við erum hér með fullt af fólki frá Ísafirði og bara Vestfjörðunum og svo úr Mosfellsbæ sem eru hér að gera sér glaðan dag á hreinum úrslitaleik. Er þetta vel heppnað? Já, mér finnst það alveg gríðarlega og ég meina að við sjáum það að lið eins og Vestri, ef þetta hefði verið bara eðlilegt mót, þá hefðu þeir aldrei átt möguleika. Þess að byrjunin hjá þeim á þessu Íslandsmóti var ekkert spes. Þeir voru neðarlega fyrirluta mótsins og hefðu aldrei verið í neinu möguleika. En við þessa breytingu þá náttúrulega gerir það að verkum að lið þau haldi þessa von og ef þú komast á okkar smáraun eins og Vestri gerðu og hafa haldið því síðan þá eigaðu möguleika að komast inn í þessu úrslitakeppni og svo komast á völlin hérna í þennan leik og það, eins og raun ber vitni, þá er Vestri komið hérna sem lið sem lenti í 4. sæti. Akkurat, liðin hafa átt afar ólíkt tímabil. Afturelding byrjaði þetta tímabil algjörlega frábærlega og meðan eins og Bjössi sagði áðan, Vestramenn svona hikstuð í byrjunin fundu síðan taktinn. Við ætlum að byrja á því að heyra í þjálfara Aftureldingar, Magnús Már eini sanni. Við skulum heyra hvað hann hefur að segja fyrir þennan leik. Magnús Már Einarsson. Það er engin spurning og bara mikil spenna í hópnum. Við erum vel undirbúnir og þetta verður geggjaður dagur. Það er bara ræðið mikið endaloka í þessu venjulega tímabili og þið náðu ykkur á strik og komist í þennan leik. Hvernig er bara ástandið á liðinu núna? Mjög gott. Við bara lítum á þetta sem nýtt mót og við erum búin að vinna báðarleikina í því, undanúrslitum móti Leikni. Unnum báðarleikina, spiluðum mjög vel. Unnum samanlagt 5-1, þannig að við komum bara mjög brattir inn að leiki í dag og æfingavíkan bara voru góð og mikið sjálfstöð strákunum. Þannig að við erum bara brattir og klárir í bátana. Mótorinn Vestri koma með mikið sjálfstöð inn í þennan leik. Unnum mikið að leikjum undanfæri. Hvernig ætlar að særa það? Við erum með ákveðið leikplan í því og við finnum bara að vera hugrakir og þóra að halda bolta. Við erum góðir í því. Við erum bara góðir í því í sumar og skora mikið af mörkum og það er sem við þurfum að gera. Að spila okkar leik og vera hugrakir og stilla spennustíð rétt. Það er sem við erum að gera. Þetta er náttúrulega stór leikur fyrir strákana en ég held að við náðum að stilla spennustíð rétt og menn sé að fara njóta að spila hann í dag og spila sem besta leik. Maggi, þú ert á 5. ári með liðið. Þetta hefur verið 8. og 10. sæti fyrstu 4 árin útgóð með liðið. Hársbreitt frá það að komast upp. Ferðu upp í kvöld? Já. Það er þannig. Það verður gaman í kvöld. Gangið vel. Takk. Magnús Már gerir enga breytingu á liði sínu frá 3-0 sigri gegn Leikni. Jevgen Geltjúk í markinu, Bjarni Páll Runólfsson í hægri bakvarðarstöðunni og svo er þeir í miðvarðarstöðunum Gunnar Bergmann Sigmarsson og Rasmus Kristjánsson og Aron Elí Sævarsson í vinstri bakverðinu sem að gegnir lykilhlutverk í þessu liði Aftureldingar. Ásgeir Martinsson, Ásgeir Frank Ásgeirsson og Oliver Jensen eru inn á miðjunni. Elmar Kokic er úti hægra megin, Arnór Gauti Ragnarsson er fremstur og Ivo Bra sem að kom frá Ægi er hérna úti vinstra megin. Ef við byrjum bara á stemningunni í kringum Aftureldingarliðið. Mitt tímabil var talað að liðið var bara leiðinni beint upp. Svo fattast það mögulega í flugið, ná taktinum aftur gegn Leikni í úrslitakeppninni í Bjössi. Það er svona örugglega ákveðin kúnst að ná mönnum einhvern veginn á rétt ról eftir að hafa byrjað svona vel, er það ekki? Jú, og ég meina þeir náttúrulega mótið þeir eru búin að skora 65 mörk með þessum 2 leikjum núna í úrslitakeppninni. Þannig að það er búið að vera rosalega sláttur á þeim sóknarlega og eins og þú segir, byrjuðu alveg feiki kraftugur að vinna leiki 9-0, 7-2, 5-0 og í svakaki. Svo kemur þetta þarna miðbyggið þegar þeir missa, þeir gátu farið, þeir spiluðu við Skaga, farið í 11 stiga forskot en Skaginn vinnuð á þá og þá bara kemur dúkkaði niður og gengur ekkert í smá tíma en eins og Maggi segir, þeir eru komnir aftur í gang en að mínu viti í þessum leik þá hafa þeir, finnst mér, öll að tapa þess að mótið eins og segir, þeir eru búin að vera efstir nánast allt mótið og allir að tala að þeir hefðu átt að vinna þetta og bla 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 en fyrir mér er það þannig að þeir hafa öll að tapa í þessum leik, finnst mér. Knattspyrnunautar sem að fylgjast meira með bestu deildin en öðrum deildum ættu að þekkja þennan mann hér, Rasmus Kristjánsson gegn lykilhlutverki í vörn Aftureldingar og sömuleiðis vantarlega sóknar uppspili, Sigurbjörn, þarna úti vinstra megin, hann og Aron Elí. Já, klárt mál. Afturelding er náttúrulega lið sem leggur gríðarlega áherslu á að halda bolta innanliðsins og eru með mjög marg og Aron Elí er
lykilmaður í því. Hann kemur mikið upp og tengir mikið spil. Rasmus mjög öflugur á boltann, náttúrulega gríðarlega reynslu mikill og hefur unnið allt hérna heima og óhræddur við að spila, tengja spil. Þannig að þeim megin þeir mjög sterkir í uppspili. Engin spurning með það. Akkurat, þó að það sé dágóður spil frá Mosfellsbæ hingað í Laugardalinn þá komu andstæðingar, afturöldingar, talsvert lengra frá vestri, frá Ísafirði, hefur verið á miklu rólundu stjórn Davíð Smára Lamúti sem að þjálfar liðið af miklum krafti. Við skulum heyra hvað Davíð Smára hefur að segja fyrir þennan leik. Já, Davíð, þið eru mættir á Laugardalsvöllinn. Já, bara hvernig við tökum það? Taugarnar eru óvenju slakar. Maður bara að njóta momentsins að vera hér og sjá allt þetta fólk sem að koma á völlinn. Bara það róar taugarnar og maður bara, eins og ég segi, bara stoltur að vera hérna. Hvernig hafið þið hagað undirbúningum? Eru löngu komnir í borgina? Það eru 3 dagar sem við komum og æðum í Kaplakrika og bara undirbúningunum verið algjörlega upp á 10. Þið komið með mjög góðan meðbyr inn í þennan leik. Búið að vera að ganga vel undir lok tímabilsins. Já, hvar stendur liðið bara? Eru þið klárir í þetta? Já, algjörlega. Við komum með rosalega svona góða tilfinningu inn í þetta og það var alltaf markmið hjá okkur þegar þó höfum við búin að sanna okkur inn í þessi finals og við spilum leiki sem kannski skipti ekki máli en þá skiptu mig og liðið óbúslega miklu máli einmitt út af þessu mómenti að vera hér og koma með koma með góða tilfinningu inn í þetta. Það var algjört lykilatriði fyrir okkur. Hvernig ætlið að særa Aftureldingu? Við ætlum bara að spila okkar leik og sækja fast á það alveg frá fyrstu mínútu og eins og ég segi bara spila á því sem hefur einkennt liðið í allt sumar og mér finnst vitlaust af mér sem þjálfara núna þó sem við komum svona langt að alltaf fara í einhverja taktiska breytingar á liðinu. Þannig að það sem fólk hefur séð frá vestraliðinu í sumar að bara kraftur, þor og dugnaður og bara blússandi fótbolti. Við höfum spilað virkilega vel undir lok móts og ég held að það sé það sem að fólk muni búast við að vestraliðinu í dag og það það sem að mun fá. Fyrir þá sem ekki hafa séð vestra í sumar, munið þið liggja þá tilbaka og breyka á það? Nei, við höfum ekki gert það svona í seinni hluta móts. Það var kannski skiljanlegt að við höfum gert það í byrjun móts en það var varnarleikurinn okkar kannski, já, óslípaður en svona í seinni hluta mótsins höfum við þó að kannski að markatólun okkar sé ekki í líkingu við að þar sem skórumörk sé ekki jafn mikil og hjá Aftureldingu þá höfum við alls ekki leiðið tilbaka og verið í einhverju counterattacking fótbolta, alls ekki. Við fórum á Fjölnisvöllinn til þess að sækja 3 stig þrátt fyrir að leiða einvíð og það bara veitir á gott. Gangið vel. Takk. Davíð Smári stillir sínu liði svona upp ef við rennum yfir byrjunarlið vestra. Í markinu Marvin Darri Steinarsson, Elmar Atli Garðarsson í hægri bakverðinum, Martin Olsen Hansen í miðverðinum ásamt Gustaf Kjeldsen og Elvar Baldursson í vinstri bakverðarstöðunni. Tariq Ibrahimovic inn á miðin ásamt Nacho Gill og Benedikt Warren, Mikkel Jakobsen út í vinstra megin, Vladimir Tuvegdic upp á toppnum og Silas Songani út í hægra megin. Þetta ekkert að grínast. Samuel Samuelsson, hinn markfrægi stjórnarformaður vestra. Hann sem við sjáum hann næst aftastan í röðinni. Hann bara splæsið 3 daga gisting á liðið í borginni. Hann hefur lengi sagt stefna með liðið upp og núna hann ansi nálægt því. Hann á 1 leik hérna eftir til að koma liðinu með sína sveit. Þannig að þetta mjög stórt moment fyrir hann. Hann búinn að vera líf og sál í þessu fyrir vestan. Bjössi, ég veit að þú hefur legið yfir tölfræðinni og þú hefur komist að einhverju. Rannsóknarvinnan hefur skilað einhverju. Já. Málið er það alveg ljóst mál að liðið núna, ég á ekki vona að þetta verði neitt rosalega opinn leikur. Það mikið spenna hérna og töðarnar og margir leikmenn að spila staðsta leiki sín hérna og annars slíkt. En þessi lið, þegar þau komast yfir í sínu leikjum, þegar Vestri kemst yfir, skora fyrsta marki í leikjónu, þá tapa þeir ekki leikjum. Þeir hafa bara ekki tapað leik sem að komast yfir í. Þegar maður skora fyrsta marki. Þeir hafa unnið 10 og gert 5 jafntefli í þeim og ekki tapað neinu leik. Afturelding hefur komist oftar yfir en þeir hafa hins vegar tapað 2 leiki sem þeir hafa komist yfir í. Þannig að fyrsta markið í þessum leik tölfræðilega sé að skiptir náttúrulega ótrúlega miklu máli í þessu. Og ég hef ekki von á því að þetta verði eitthvað rosalega opið.
Ég á ekki von á því. Ég held að þrátt fyrir að Davíð hafi verið að tala um það að þeir myndu ekki liggja tilbaka, þá eru þeir mjög þéttir og hans karakter einkenni liðið. Þeir eru þéttir, eru grimmir, hlaupa geta mikil og það henta þeim vel að koma aðeins tilbaka vegna þess að þeir eru með Benedikt og þeir eru með Túfa sem vilja fá boltann inn fyrir. Akkurat, við skulum hlýða á þjóðsönginn. Þetta heldur betur risastór stund fyrir þá 22 leikmenn sem inn á grasinu og alla leikmannahópana, þjálfarateymið og stjórnina hjá báðum liðum og bara alla sem að þessum tveimur félögum koma. Sigurbjörn Hreiðarsson, þú talar að þú byggist við frekar lokuðum leik. Já. Hvað segir mælirinn? Hallast hann í aðra hvora áttuna? Hvort liðið finnst þér líklegra? Ég finnst Afturelding líklegra. Ég svona hallast á því ef ég á að tippa núna, en að samanskapi þá er Vestraliðið búið að vera á seinni hlutann mjög öflugt. En við erum að spila 2 leiki, Afturelding vann fyrir leikin 3-1 og 2-2 í seinni leiknum, þannig að ég hallast að sigri Aftureldingar, en þetta verður lokaður leikur, held ég, þó að Afturelding komið til með að halda boltanum, meira að vera meira með boltan, það er þeirra upplegg, en Vestramenn eru stórhættulegir ef þeir sækja hratt og eru líka það er erfitt að spila móti liðunum hans Davíðs. Akkurat, það styttist í stóru stundina hér á Laugardalsvelli. Kæra áhorfendur, við verðum hér í hálfleik og verðum hér eftir leik við Sigurbjörn Hreiðarsson og förum yfir allt það sem að gerist hér í kvöld og Gunnlaugur Jónsson tekur svo viðtöl eftir leik, en þessum leik er lýst af Guðmundi Benditsinni. Sendum yfir á Gumma og segjum þessu alltaf, kæra áhorfendur, njótið leiksins. Já, takk fyrir það og góðan daginn, kæru áhorfendur. Hjartanlega velkomið okkur á Laugardalsvöll, það sem að draumar geta ræst. Segir í textanum einhvers staðar og það munu draumar rætast hér í dag því að annarkvort mun Vestri eða Afturelding spila í deild þeirra bestu á næstu leiktíð. Það veltur á úrslitum þessa eina leiks. Úrslitaleikur og svo fyrsti í sögunni eittlaust sæti í bestu deild karla á næstu leiktíð og Afturelding aldrei spilað í deild þeirra bestu og Vestri aldrei undir nafninu Vestri spilað í deild þeirra bestu, en það mun breytast eins og áður sagði hér í dag. Öll formlegheit að baki og það er alltaf verið tilbúið hér í þessum risaleik í íslenskri knattspyrnu. Vestri Afturelding og Afturelding sem að satt á toppnum í leikjadeildinni allt fram í 20. umferðinu raun og veru. Þeir voru í toppsætinu í 18 og fyrstu 19 umferðunum, en
síðan mistu þeir Skagamenn fram úr sér. Vestri byrjaði illa, voru með 2 stig eftir 4 umferðir og töpuðu gegn Ægi í 9. umferð og sátu í 9. sæti. Síðan þá aðeins 1 tapleik. Hér þjóðstart, menn eru það spenntir hér í Laugardalnum að fullt fljótir á sér að mati Erlends Eiríkssonar sem dómari. Kristján Már Ólafs og Bergur Daði Ágústsson eru aðstoðarmenn hans. Varadómari Pétur Guðmundsson. Hér Rasmus Kristjansen sem jafnvel eini leikmaðurinn sem hefur leikið á þessum velli áður, leyfi ég mér að fullyrða. Hér Tufa, serbinn sem kom til Víkinga á sínu tíma. Það ekki að losa þetta. Hér Rasmus og Rasmus með skiptinguna hér út til hægri. Sóknarleikur afturhendingar verið frábær á þessari leiktíð. Talandi frábær, Benedikt Warren hér, hinn 21 árs 8 marka maður á leiktíðinni fyrir Vestra og gefið þeim gríðarlega mikið frá því að hann kom til þeirra. Það eru síðan 2 Danir í hjartavartaninu hjá Vestra, Morten Hansen og Gustaf Kjeldsen. Morten þrítugur. Síðan hér Tarik Ibrahimovic sem Dani sömuleiðis. Það eru 4 Danirnir í liði Vestra. Hér Kjeldsen. Kjeldsen með skiptinguna hérna, en þessi fyrir beit út af. Það er að leita þarna líklega Silas Songani, Zimbabwe manninum sem spilar hér á hægri kantinum. Treyjunum með 23. Kraftur í Vestraliðinu og vinna hér boltan. Hér Ibrahimovic með sendinguna hér út til vinstri á Benedikt. Benedikt hér í 1-1 stöðu og tekur skærin sín, hérna kemst ekki í skotið hins vegar og þarf að hörfa tilbaka. Stígur síðan hérna á knöttinn og tapar honum. Það koma strákarnir úr Mosó. Það er ágætt sending fram, en Tarik Ibrahimovic mættur hérna á boltan. Arkirið á miðjunni. Síðan arkitektinn hérna með liðans Nacho Gil. Sá spænski. En þrítugur, góður fótboltamaður. Hansen út á Elmar Atla. Elmar Atli uppalinn fyrir liði liðsins. 6 ára gamall. Settir fram að við á Vladimir Kubitic. Hann ekki að halda í boltan og nálægt í að brjóta af sig. Hann reyndi það, þetta var bara ekki tekist það. Ivo Bras, Portugalinn þarna, fann hins vegar smá snertingu og fór niður. Bras kom frá Ægi. Eftir síðustu leiktíð í Þorlákshöfn sem féll einmitt úr lengjudeildinni á dögunum. Suðurlandsliðin Ægir og Selfoss. Gunnar Bergmann Sigmarsson. Sjáum við Gunnar á boltanum. Þetta reyndar Davíð Smári á mútið sem var á sjálfsögðu með kórdrengi. Rétt þar af störfum. Það var ekkert annað í stöðun en að leggja kórdrengi niður. Það ætlar honum að taka stað sem svo mörgum hefur mistekist í þjálfarastól Vestra. Hér Aron Eli Sævarsson á Ivo og Aron sjálfsögðu bróðir Birgis Más Sævarssonar. Ballinn hjá Val, hann Aron. Hann spilar þetta víða, Akureyri með Þór. Háká kom 2020, hér tapar Nacho boltanum og hér kemur Ásgeir Marteinsson. Ásgeir Marteinsson með reynslu úr eftir deildur, kemur hann mér út til hægri á Elmar Kára. Elmar Kári síðan bara með fyrsta skotið á markið, en nokkuð þægilegt fyrir Marvin Darra í marki Vestra. Marvin Darri Skagastrákur, 22 ára gamall. Heldur þessu, ekki neinum vandræðum með það. Ekki fyrsti kostur í markinu framan á móti og þetta í raun og veru aðeins 8. leikurinn sem hann spilar í lengjudeildinni á þessari leiktíð.
Alfa fellur þeim við en leikurinn heldur áfram. Bjarni Páll Runólfsson í hægri bakvarðarstöðunni hjá Víkingum. Svo Ásgeir Frank Ásgeirsson sem að lék nú með BÍ fyrir vestan tímabilið 2015 og ekki nóg með það. Þá tengingin þannig að hann búinn að spila með kórdrengjum líka fjölmörg ár undir stjórn Davíðs Smára. Elmar þessum hér út fyrir. Það var gríðarlega góð stemming hér í dag í Laugardalnum. Allt í kringum leikvanginn. Kom hér 2 tímum fyrir leik. Keyrði í gegnum Laugardalinn. Þá mátti sjá vestra og afturhendingatreyjur út allt hreinlega. Gustaf Kjeldsen hefur hann betur, kemur hann á Nacho. Nacho að stugga við honum hann. Engin aukaspyrna reynda dæmt. Ellendur hefur kosið að flauta aldrei hér á þessum fyrstu 6 mínútum. Það veit líklega bara gott. Hér Ivo, skemmtilegu kloppi. Kloppar hann Mikael Jakobsen sem að kemur inn í liðið en Valde fekk rauðaspjaldi í seinni leiknum gegn Fjölni í undanúrslitunum og þar af leiðandi í leikbanni. Mikael Jakobsson, 24 ára gamli Dani, kemur hann inn í hans stað. Oliver Jensen, talandi Dana, 21 árs gamall strákur þarna í treinum með 22 á miðsvæðinu hjá Afturhendingu. Láni frá Randers í heimlandi sínu. Vel gert. Já, strákunum Mosó. Hér Elmar Kári og Elmar Kári skora 17 mörk á þessari leiktíð. Gríðarlega öflugur eftir 21 ára gamli strákur. Þetta gera vel, kemur inn á tegin, leggur hann hér tilbaka en nær ekki að finna samherja og hér ákveður Ellendur að flauta. Himjik sem að leikur hérna eftir í vítategnum á vestramönnum, spynti boltanum hann fram völlinn og það var ekki Ivo Bras sem að koma aðeins seint inn í hann. Þetta hérna sendum hann fram og Ivo Bras kemur hann í pressuna en hann ekki illa særður, hann Tarik, hann bara Himjik. Fætur og venstramenn geta tekið aukaspyrnuna. Fengið úrsending á pöllunum sömuleiðis. Steinn Hansen kemur niður á Gustaf Kjeldsen. Nacho. Síðan með skiptingunni hér út til vinstri. Skapar frá hana af Bjarna Páli og hann setur síðan boltan út fyrir. Ballinn í víkinni. Bjarni Páll Runólfsson, 2 marka maður á þessari leiktíð. Hér Afturhendingu. Eins og kominn á hann, Elmar Kári með 17 mörk. Arnór Gauti Ragnarsson, fremsti maður þeirra, sem sömuleiðis uppalinn. Hann með 13 mörk. Hér komaðir og hér Elvar með sendinguna og hér setja rauðklæddu boltan aftur fyrir og þetta hornspyrna. Fyrst á hornspyrna leiksins vestramanna. Bjarni rennur hérna í varnarlínunni og Elvar Baldvinsson hérna með fyrirgjöfuna en setja hann aftur fyrir. Elvar Baldvinsson vinstri bakvörður vestramanna. Hann völlari. Uppalinn á Húsavík. Kemur fyrst á hornspyrnan á nærsvæði en skallinn frá Gustaf Kjeldsen fyrir hérna vel framhjá og markspyrnan frá marki Afturhendingar. Marki Mosóstrákana. Þessi maður, Evgen Galchuk, 31 árs Úkraínumaður sem að hefur fengið góða dóma. Já, þeim sem að fylgjast vel með lengi deildinni.
úti í baráttunni í loftinu og boltinn dettur skemmtilega fyrir hann, kemur hann út til hægri á Elmar. Elmar Kári síðan með settinguna hérna á miðsvæðið og Oliver Jensen, hann með frábæra settingu á fjærstunginu og hér er Ívo í afbragðsfæri en skot hans fer ekki á ramman. Virkilega vel gert. Hér sjáum við Oliver Jensen setur hann í hættusvæði, Arnór Gauti nær ekki til hans en Ívo kemur á fjærstunginu og nær að komast í boltan en nær bara ekki að stýra honum á réttan stað. Leikurinn verið stóra málið, getur við sagt. Já, lestrarliðinu á þessari leiktíð. Sterkan varnarleik. Frábæran sóknarleik. Flestir sem að gera ráð fyrir því að þessi leikur gæti orðið aðeins lokaður. Stóra svið lokar oft leikjum. Yfir á Kjeldsen. Kjeldsen sem ítrúm yfir á Elvar. Ganga hér bara aðeins í öftustu línu. Sending fram völlinn, það skalla frá þarna og þetta fyrir Oliver Jensen. Jensen kemur hann á Elmar og Elmar hins vegar lendir hann í ógöngum og tapar knettinum. Benedikt Warren síðan sem pressa á hann og hann tapar þá boltanum. Hér er hraustleg tækling skulum við segja frá Elvari. Kemst ekki að boltan hann en engin ílska í þessu, bara brot, málið dautt. Ásgeir Frank færum aftur þarna frá Oliver. Þeir eru auðvitað minna að það verið brotið, en þeir er Jakobsen. Hann er hérna með skemmtilega snúning, kemur hann á Benedikt. Benedikt kemur inn á völlinn og kemur sér með skiptinguna en Aronelli skallar þetta í burtu. Vestramenn hins vegar konum með hann aftur og hér er Tarik. Bælera kallar hann Tarik heldur en Ibrahimovic. Þannig að gerum það líklega bara hér eftir. Aftur fellur hér Benedikt Warren við og liggur hann aðeins eftir en boltinn fór út fyrir af leikmanni afturhendingar. Frank sem að rennur honum út fyrir. Benedikt er komin á fætur og stíkur aðeins við en það er vorandi í lagi. Hér er Ívo og Ívo fellur við að hann fær hins vegar aukaspyrnu. Sem er Portugalan 5 marka maður á þessari leiktíð. Ívo Bras. Ásgeir Marsteinsson. Jensen hérna við það hlaupa sig í vandræði og tapar boltanum. Benedikt gerir þetta vel, rennur hann hér fram á við og Túfa á flegi ferð en fín tækling að þegar Gunnari Sigmarsinni sem að setja boltan út fyrir. Gunnar, 22 ára gamall Garbaðingur. Leikmaður hans Álftanesi. Kemur sendinginn inn á teginn en búið að flagga hérna rángstöðu á Elvar. Mikið húlumhæ hér fyrir leik. Þjóðsöngurinn leikinn og fyrirmenni sem að það gengur inn á völlum til þess að taka í höndin á leikmönnum. Fremstur í flokki að sjálfsögðu sami eigandi Vestra. Benedikt gerir þetta engar vel, keyrir hér að stað.
Gunnar til varnar, Benedikt hérna þarf að fara tilbaka og rennur hann tilbaka á Nacho. Nacho hérna rennur hann inn í millisvæði en vel gert hjá Ásgeiri sem að komast á milli en Vestri heldur boltanum. Komið hér út til hægri á Silas. Þessi sending hins vegar, hann var ekki á. Gauti Vestra liðið meira með boltan, svona heldur lengur í hann í þessar fyrstu 15 mínútur. Marvin lyftur hann hér fram og Tufisic í mikilli baráttu hér og hefur betur í þessari baráttu en svo dæmdur brotlegur. Tufisic Víkinga 2015 Víkingum til 2018 hann fór í Grindavík. Yfirleitt verið svona fremsti maður í sínum liðum en hann skal ekki skora mjög mikið. Þetta tímabil, hans besta í markaskorun. Kominn á hann, 10 mörk. Hér rottið og geti Elmar Atli fyrir liði verið. Það líklega orðið í eyra þarna frá Erlendi því að hann gert fullmikið í treyjuna þarna hjá Ivo. Svo við sjáum hér, reif hann bara niður. Sjálfur stöðunni, renna boltanum eins og þetta hliðar og Ásgeir Marteinsson fær hann og Ásgeir setur hann í 8 tegnum en það var ekki beint á æfingasvæðinu þessi. Það er eins og Rasmus skoraði fyrsta mark sitt á leiktíðinni mitt í einvíginu gegn Leiknismönnum. Rasmus sem leiktíð í Vestmannaeyjum með KR og með Val meðal annars. Síðustu leiktið, það var langt innkast inn á teginn. Tufa skallar þetta í burtu, Arnór Gauti. Kemur hún hér á Aron Eli. Aron Eli lektir hérna við fyrirgjöfuna. Þar sé hann hlaup í kringu sig en Sandvík kom þetta aðeins og seint og Elvar Baldvinsson setur boltan út fyrir. Þá var Arnór Gauti mættur aftur á vettvang. Uppalinn eins og hann sagði í Mosó, fór svo til Blika og IBVF, spilaði með Selfossi, Fylki áður en að koma aftur heim. Hér innkastið hans inn á tegnum, þetta eins og að spalla frá af Kjeldsen. Rasmus síðan með sendingu hér inn fyrir en þetta endar hjá Marvin í markinu. Spilnir hérna langt fram, Rasmus með skallan. Ásgeir, skemmtilega gert hjá Ásgeir í Marteinsinni. Ásgeir hér að nálgast stegin, hann er frábær skotmaður, þetta skot kannski ekki frábært en er haldað hins vegar í boltan. Kraftur í Elvari hann sem að vinna boltan síðan af Elmari. Elvar síðan með sendingum hér fram og Benedikt stígur vel út. Kemur hann miðsvæðið á Nacho. Nacho setur hann hér áfram á Tarik. Hann sem að hvorugt lið gefur neitt eftir. Skemmtilega tilraun þarna hjá Ivo en Nacho sé þetta margótt áður, las þetta og síðan Silas Songani.
deildinni sem að þessi lið mættust þá vann Afturelding í Mosó fyrir leikinn Tufa og fór þessi aldrei út fyrir, jú, hann fór út fyrir, þetta er hornspyrna og Afturelding vann 3-1 sigur snemma í júní í lengjudeildinni á vestra og síðan gerur liðin 20 jafntefli síðan í miðjan ágúst fyrir vestan. Hornspyrna vestra Mikael Jakobsen sem að snúa hann hérna út í tegin eða hvað, fleitur hann hérna inn á tegin og þetta er skallað frá, Aron Eli gerir það. Tarik hérna setur hann bara strax í átt að hættusvæðinu og hér kemur skallið sem er varinn af Yevgen Galchuk. Ekki tilvörun hérna hjá Ingi Morten Hansen sem að átti hennar skalla. Sem áttir hér fyrirgjöf vel út á kanti og Morten hérna náði að stýra svo markið en frekar kraftlítill skalli. Pressuna sem vendar með því að Yevgen setur hann langt fram Morten mættur og skallar boltan út fyrir Aftureldingar á þessari leiktið 2050 leikur hans sem fór ekki út fyrir Ásgeir kemur mér til hægri og þetta er gert Kári en lesið af Nacho Tarik og þá Morten sendum við fram að Tufa sem hann er að stýra honum út á Benedikt á vinstri kantinum. Benedikt hér gegn Bjarna og kemur með sendinguninn að marki, skalla frá af Gunnari. Hann halda boltanum, hér er Silas. Silas hóttar hérna fyrir gjöfunni en setur hann síðan tilbaka. Smá hík á Silas. Búinn að fá boltan hér í stöðum svona getur tekið menn á en frekar varfarinn í leik sínum hér þessar fyrstu 23 mínútur. Hér er tilnefndur Silas. Baka á Nacho. Nacho kemur hann á Gustaf Kjeldsen. Hér og fá færi á sér Silas Silas sendir hann Benedikt í baráttinu og Jakobsen tilbaka á Silas á vallarhelmingi Aftureldingar þessa stundina. Kjeldsen reistur hér og hér færaði niður í teignum en Jakobsen sem fór hann niður en hann lendur Eriksson dómari var virtist vera strax sannfærður það að þetta væri ekki brot en það er klaufalegt þarna hjá varnarmannum. Silas Ibrahimovic sem gengur hérna svona og bara svona leita sér að plássi til þess að fá boltan.
Jakobsen nú til vinstri á Elvar og Jakobsen fær hann síðan aftur. Nacho leikstjórnandi nánast. Silas tapar boltanum, fær hins vegar þarna aukaspyrnu. Kannski aðeins ódýra. Mikil vinátta hins vegar milli Silas og Ásgeirs Marteinssonar. Aðstoðarmaður hans. Batu kemur sendingin inn á teginn en Jevgen öruggur í markinu og hittir þetta. Daniel Batu. Aðstoðarmaður Davís. Brenton Mohamed. Markmaður fyrirhundi. Þetta sem við leiðis á bekknum hjá honum. Elmar Kári og það sem liðið Mós og vill gera er að finna Elmar Kára í fætur og leyfa honum að gera árásir á varnarmenn. Sjón Tarek síðan við sendum við fram hérna en við erum síðan Arnór Gauti en Hansen hann var búinn að lesa þetta og lokaði leiðinni. Við sjáum við stemminguna sem er í Laugardalnum. Það vantar ekkert upp á hana. Það vantar bara mark. Þannig allt verið trillt. Hér er Tufa, gerir þetta vel, tekur boltan til hliðar og er ennþá með hann hér, nær að standa á fætur og kemur síðan með sendingunum upp í hornu og hér er Silas komin á ferðina, Aron er hans og eftir hún Silas fer í skoti hér með Benedikt að koma inn á fjarstungina. Sem að Tufa gerir vel, sett hann inn fyrir og Silas Songani hérna með þessa tilraun. Ekki ná að skapa sér í raun og veru neitt alvöru færi en þá en þarna voru þess að sannlega komast í stöðu í það meista. Ásgeir nær ekki taka niður, Arnór kemur hann hins vegar Ásgeir Marteinsson setur hann allar að setja hann inn í hættusvæðið en Morten Hansen og Gustaf Kjeldsen vinna vel saman hérna í hjarta varnarinu hjá Vestra. Einhverjur er að tilkynna hér, virtist svona brotið á Rasmus. Tufa hann kom seint inn í þetta og braut á honum hérna utan vallar. Pétur, fjórudómari, stumrar hérna aðeins yfir Rasmus og takast þér í hendur en það var óþarfi, myndi ég segja á Tufa, sjáum hérna. Þarna þegar hann brýtur á danska sem er Íslandingur í dag, Rasmus Christiansen kennari í Vesturbænum. Jensen kemur hún hér á Aron Eli sem að lyftur honum og Jensen ásaki fyrir hann á fulla ferð en sendingin eilítið og föst fyrir Oliver Jensen. Lyftir þessum hér út af það bil hálftími liðinn, Vestri 0, Afturhending 0 er staðan hér í þessum risaleik sem að sker úr það. Hvort þessara liða leikur í
bestu deildina á næstu leiktíð. Atli. Stundum þar hann yfir á Gústaf. Gústaf sem er á Elvar. Allir í öllstu línu fá snertan. Nacho hér, það gerir Oliver Jensen. Það er eitthvað aðhlýningu hérna. Nacho. Báðir handa hérna létta og stunda fundi hér við hliðlínuna meðan að hugað er að Nacho Gil sem er hérna þrítugur 2 mörk á þessari leiktíð sem er tíma til Þórsara á Akureyri 5 ára með það svo, en gekk til liðs við Vestra síðan 2020. Læða eins úr honum að það Nacho, hann er eins og komin inn á aftur með eitthvað svona pappir sínum mér í nösunum. Hér er hins vegar Oliver Jensen að losa sig, sendi ekki frá honum hins vegar laus og síðan endar hér í pressu og Tarek ítur hún til hliðar á Elvar sem að lyftur honum fram. Tufa tekur hann síðan niður fyrir Jakobsen. Jakobsen færir hann á Silas. Silas er hér minna þessuðið á Nacho. Jakobsen á Elmar. Elmar ætlaði að setja hann aftur hérna á Jakobsen sem virtist nú ekki verið alveg tilbúin að fá hann aftur. Þeir eru eins og að vinna boltan aftur. Strákarnir að vestan. Gústaf Kjeldsen. Nacho tilbaka aftur á Gústaf og hér tekur Benedikt hlaupi og fær sendingun inn á teginn. Benedikt vorinn hérna, missir aðeins jafnvægi og fellur síðan hér við í tegnum en áfram með leikinn. Ásgeir Martins stígur á boltan og Nacho fær hann þá og hann fær hann út til hægri á Silas. Silas í fyrirgefna stöðu, frábær sendingin á teginn. Rasmus þar að sterta, þetta fyrir Jakobsen. Hann tilbaka, hér er Nacho Kjeldski skotið því Ásgeir Martinsson nær að koma sér fram fyrir og setja boltan út fyrir. En þarna voru Vestramenn komnir í mjög hættulega stöðu. Frábær sending hérna, Rasmus gerir vel en síðan er Nacho aðeins og lengi að átta sig hérna. Nacho fær hann síðan hann bara í sig og tapar honum. Arnór Gauti fer síðan niður og hann fær aukaspyrnu. Arnór Gauti Ragnarsson er aðeins 26 ára. Tilfinningin eins og hann sé búinn að vera í þessu í 20 ár. Byrjaðan þá. Aftur hann er að liggja hér eftir en Erlendur er ekkert að eyða of mörgum flautum í þetta. Tilbúinn að kasta inn. Rétt rúmar 10 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Allir komið inn á hér í upphitun. Það er ekkert ótrúlegt að þessi leikur vinnist reynilega bara á fyrsta markinu sem verður skorað. Það verður að sjálfsögðu leikið til þrautar hér. Þess að finna út úr því hvort þessir að liða.
fyrir bestu deildina á næsta tímabili. Hér kemur Aron með sendingu hér en finnur ekki Arnór Gauta sem að var í hlaupinu og þessi sending fer bara aftur fyrir endamörk. Hugmyndin ágætt. Það er ekki möguleiki fyrir Arnór Gauta að ná til knattarins þarna. Fínu tæklingu hjá Ásgeiri Frank, Ásgeirssyni. Marvin lyftir honum fram, Silas er að fleyta honum, Jakobsen ítur honum lengra fram en þá mætir Rasmus. Og núna leikur Silas hér eftir. Sjúkraþjálfari Vestra haft í nægu að snúast. Silas vill fá aðvinningu hér. Magnús Má Einarsson þjálfara Afturhendingar. Maggi.net eins og hann náði að tryggja sér það viðurnefni á sínum tíma. Verið að þjálfa síðan Afturhendingu undanfarin ár. Hann getur hér heldur betur skrifa sig í sögubækurnar á þeim bænum. Lengjudildinni skoruðu mest allra liða á sama tíma og Vestri fékk fæst mörk á sig allra liða. Ásgeir Elvar kemur áttur á öftustu línu og hér kemur sendingi fram og hér er Tufa en frábær tækling þarna hjá Gunnari. Hún er að stöðva Vladimir Tufisic. Ivo hinum inn. Sendir hún hér á Jensen. Jensen sendir baka Ásgeir. Elmar Kári bauð sig þarna og hann fær loksins boltann hér. Svo hlaupin á teig en Aron leggur hún hér tilbaka á Ásgeir Frank. Bjarni. Ekki séð Afturhendingarliðið hérna svona halda boltanum mikið beint hér inn og vallar mikið Vestra í þessum fyrirháleik. Þeir að gera það ágætlega hér. Jensen sendingin hins vegar fyrir aftan Bjarna þarna og hér virtist hann vera brotið. Brotið á Mikael Jakobsen og aukaspyrna réttilega dæmt. Þegar Arnór Gauti komst á milli. Jakobsen fær hann aftur hér og setur hann upp á hornið. Silas eldir þetta en Rasmus Kristensen setur hann síðan út fyrir. Verður 34 ára gamall í núna rétt eftir helgi næstu viku. Silas eldir þetta hérna en stíð út. Ásgeir Frank vissi nákvæmlega hvað hann var að gera þarna. Lengdi leiðina fyrir Silas og fylgdi knetturum þarna aftur fyrir endamörk. Markspyrna frá marki
afturhendingar. Jörgen eftirlega út til vinstri. Ívan. Aron síðan inn á miðsvæði hér á Oliver Jensen. Oliver Jensen setur hann fram á við og hér kemur Arnór Gauti á fleygiferð en þetta fór síðan í Arnór Gauta og þetta er markspyrna. Það er rétt metið og sjáum að Morten hér er í smá klappstýruleik í kjölfarið hér með stuðningsmönnum Vestra í stúkunni. Arnór Gauti Ragnarsson, ókvæðlega sterk byggður. Pressunni, Morten skallar hann hér. Nacho tilbaka. Mikael Jakobsson fær að vera svona í hólunni. Aftan Tufa. Hér setur Mikael Jakobsson boltann út fyrir meðan að Tarik og Nacho spila báðir svona nokkuð djúpt á miðunni. Síðan reynir að taka niður á grasið, kemur hún síðan tilbaka á Elvar. Elvar með setningunni hér fram og hér er brotið á Jakobsen. Og Vestra með aukaspyrnu á álitlegum stað. Með stórmennina teginn, bæði Morten Hansen og Gustaf Kjeldsen. Komum sér þangað. Sýnist Mikael Jakobsson vilja taka þessu aukaspyrnu sjálfur. Það sé ekki bara skot. Þannig, hér kemur sendingin inn á miðjan teginn og þessi reynda fer í gegnum allan pakkan. Tufa þarna liggur aðeins eftir eins og einhver aður hreinlega stíga á hann en vítaspyrna í spilunum myndi ég segja. Eftir að Tufa reyni að sína einhver ummerki. Sýnist mér vera mjög lítið ef eitthvað í þessu. Fyrir álaukur er við það að renna sitt skeið. Staðan hér á fætur og reynir eitthvað að ræða þetta við erlend dómara en hugsa að það hafi lítið upp á sig. Jörgen Galsjúk spyrnir frá marki. Arnór Gauti er með skallan. Ásgeir síðan reynir að taka niður en hér er Silas. Brotið á honum. Silas var þreyttur á þessu. Í Elmar Kára, þannig að þetta er enga sem að Vestri á. Benedikt, barðunni í Bjarna. Hægri fótinn, vel tilbaka. Kjeldsen. Tarik. Benedikt reynir sendingum teginn en Jensen var hann fyrir. Það var Tarik sem að lyftur hann á bakvið og það er ekkert brot. Hann fór hann niður.
knattspyrnuveður hér í Laugardalnum í dag á þessum síðasta degi septembermánaðar. Leiktími í fyrri hálfleik liðinn. Pétur undirbúa hér skiltið sem að gefa til kynna hversu miklu verður bætt við. 3 mínútur. Það niðurstaðan hér hjá Pétri og Erlendi dómara. Stefnir allt í það að við höldum til búningsherbergja markalaus eftir þennan fyrri hálfleik. Mörkin eða markið mun skila sér þá í síðari hálfleik. Elvar en frábælega gert hjá Elmari Kára sem að leikur hérna á Elvar. Elmar Kári kemur inn á völlin hérna síðan með sendinguna Ásgeir. Ásgeir fyrir þetta niður og þeir fá aukaspyrnu hér. Hér möguleiki fyrir strákanum Mosó. Ásgeir fljótur að fá boltan í hendurnar þarna. Elmar Kári rétt honum hann bara strax. Vegna þess að Ásgeir að fara að taka þessu aukaspyrnu. Engin annar sem kemur til greina. Sjáum hérna klöfulegt þetta, ekki Nacho sem að kemur hérna og svona Ásgeir að stíga fyrir hann og fær höggið. Ásgeir Marteinsson og Aron Eli Sævarsson standa þarna yfir knettinum. Aron með vinstri fótinn sinn og Ásgeir með hann hægri. Þeir eru enda með báða fæturna með sér báðir en þeir eru sterkari. Þar að segja Ásgeir með þeim hægri og Aron með þeim vinstri. Þeir eru Marvin búinn að stilla upp varnarvegnum. Það er risastórt ef að þeir rauðklæddu myndu ná að skjóta sig inn í forystuna hér á loka andartökum fyrri hálfleiks. Sjáum hvað Ásgeir, 4 mörk á leiktíðinni. Þetta er eins og að beint í vegginn. Það er ekki mikil samfæring einhvern veginn í þessari spyrnu. Bjarni fer hann aftur frá Ásgeiri Frank. Setja hann hér alla leið tilbaka. Gunnar á Jevgen að hamra honum fram völlin. Kjeldsen síðan með skalla. Gunnar mættur aftur með skalla. Gauti vinnur skallaginn við. Benedikt tekinn hann niður og nú það Bjarni sem brotlegur. Tíminn núna við það að renna sitt skeið. Ein loka tilraun hér þar sem að Tarik Ibrahimovic ætlar að lyfta boltanum í 8 teignum. Hátt og snjallt en æfingabolti fyrir Jevgen Galsjuk og þá flautar Erlendur Eiríksson dómari til hálfleiks hér á Laugardalsvelli í þessum úrslitaleik sæti í bestu deild karla á næstu leiktíð. Markalaust eftir fyrri hálfleikinn. En þetta mun allt ráðast í síðari hálfleik eins og við líklega bara vissum en hálfleikstölur hér í Laugardalnum. Vestri 0, Afturelding 0.
Brasa koma sér í alvöru færi. Já. Getum við sett það? Já. Staðan í hálfleik í leik Vestur og Afturheldingar laust sæti í bestu deild karla 0-0. Eins og komst að Sigurbjörn Hreiðarsson fyrir leik þá var búist við nokkuð lokuðum leik. Fyrsta færi kemur þó nokkuð sneim í leiknum. Hann var aðeins að opera þetta framan af þegar Ivo Bras kemst í þetta færi. En annars hefur verið Bras að koma sér í alvöru færi í þessum leik. Já, það er rétt. Þetta er geggjusending, flott sókn, frábært færi en svona í byrjun, fyrstu 10, þá voru bæði liðin kannski að fara fram og tilbaka en svo lokaðist þetta nú nokkurn veginn. Vestramenn stýrtu þessum leik, verið talsveit meira með boltan og fengu álitlega sókn þegar hann Silas Swangani hefði getað sendt boltan þarna fyrir. Já, hann ánast bara að senda hann strax bara í fyrsta náttúrulega eða í annari, sjóðu. Þetta er bara, Benedikt er þarna, ef hann sendir hann bara í fyrsta inn í svæði þá er Benedikt bara að hlaupa á hann. Dauðasins. Benedikt Warren sem hefur verið duglegur og aðsópsmikill hérna úti á vinstri kantinum en Vestramenn sem segja hafa stýrt þessum leik og augljóslega er að reyna að loka á þennan sóknarleik Afturheldingar og
kjörstaða Aftureldingar þegar Aron að koma þarna upp með boltan í vinstri bakvörðunum, Aron Elí Sævarsson. Já, þetta vilja finna yfirmannasvæðið þarna og koma svo boltanum út. Og þetta gerist bara á 34. mínútu, sko. Þannig að Vestramenn gáfu bara mjög fá færi á sér. Já, og þeir mæta þeim í fyrstu pressunni, þeir eru ofar, þeir eru til dælu ofarlega, þeir eru leyfa Afturlendingar að spila kannski 1-2 sendingum tilbaka, svo eru þeir mættur og eru mjög nálægt mönnum, fremstu mönnum Afturlendinga, þannig að Afturlendingar ekki mikið í löngum boltum í sínu leik, þannig að þetta kjörið og það eins og við fundum hérna, Kjari, það smá vindur hérna sem Vestri hefur í bakið og það stutt á milli þrýstilína. Já, verulega núna í dag og þeir hafa aðeins nýtt sér það, en ég skil alveg hvað Maggi að reyna í líka þessu að bakka aðeins með liðið. Já, ég ætla að mynda að spyrja út í það, þú þekkir þess að þjálfara ansi vel. Þetta, því að það talaði Afturhendingu sem þetta sóknarlið, þetta upplegg hjá Magnúsi Má þjálfara að leggjast aðeins aftur á völlin og gefa þá færi á sig í þessum leik? Já, sko, ég geti trúa því, já, hann hafi sett þetta upp þannig að byrja krafti og svo ef ekkert gengur þá falla hann aðeins niður, þannig að ég held að þú getur sært Vestraliðið með að láta þá koma að stýra aðeins og keyra svo inn í svæðið, en mér finnst full langt í marga afturheldingsmenn til að komast upp völlin í fyrri hálfleiknum, þannig að það hefur ekki alveg gengið sóknarlega, en varnarlega hefur Afturhelding alveg verið fínir, þeir eru búin að vera mjög þéttir. Og komst það hérna fyrir leik að tölfræðin segir okkur það að þegar þessi lið skora fyrsta markið í sínu leikjum þá tapaði valla, sérstaklega Vestri, 10 sigrar og 5 jafntefli í leikjum sem þeir hafa komist yfir í sumar. Það er augljóst að þjálfararnir vita það er mikil varfærni er það ekki í þessum leik? Jú, og stress. Ekki spurningu. Sá faktor er náttúrulega stóri eins og maður sér inn á að menn ekki að taka neina alvarlega sénsa hérna. Þannig að það er strax farið í þéttleikann og spennustíð bara þannig að ef eitt mark kemur í þetta það er ofta erfitt að brjóta þetta upp, sko, þegar maður alveg með allt undir, sko. Akkurat, það styttist í að seinni hálfleikur hefjist hér á Laugardalsvelli við Sigurbjörn Hreiðarsson verður svo aftur hér eftir leik og fáum fólk í sett og ég veit ekki hvað og hvað, ekki fara neitt, Gummi Benedikt við eftir smástund.
held ég, velkomin aftur kæru áhorfendur, styttist í að síðari hefjist hér á Laugardalsvelli, það sem að verður útkláð hvort að verði Vestri frá Ísafirði eða Afturelding úr Mosfellsbæ sem að leika í bestu deildina á næstu leiktíð. Strákarnir á vestan ætla að gera hér breytingu því að Vladimir Tufidic að fara velli og inn á í hans stað kemur leikmaður númer 9, Iker Hernández Escuero. Iker spilaði 8 leiki í deildinni, kom inn á í báðum leikjunum gegn Fjölni. En Iker skoraði 1 mark á þessari leiktíð. Hann kemur bara hér inn í fremstu víglínu hjá Vestra, óbreytt hjá Aftureldingu. Iker Hernández, 29 ára gamall Spánverji. Þetta Erlendur Eiríksson. Iker komið frá Ibiza. Á Ibiza fjörð, eins og hann stundum kallaður. En hér Erlendur Eiríksson búinn að flauta til síðari hálfleiks og Vestri spilar hér í átt að sundlauginni í síðari hálfleiknum meðan að Afturelding spilar í átt að Þróttarávöllum. Við rennum yfir liðin og byrjum á liði Vestra. Þar Marvin Darri í markinu. Morten Hansen og Gustaf Kjeldsen eru hafsendar með Elvar Baldvins og Elmar Atla sem bakverði. Tarik Ibrahimovic og Nacho Gil inn á miðunni ásamt Mikael Jakobsen. Hér kemur sendingin inn á teginn og hér síðan Silas með bakki í marki, leggur hann tilbaka en ekki að komin á móti á Samherja. Jensen síðan rólegur þarna og spila bara á Samherja inn í vítategnum. Já, Tarik og Nacho á miðsvæðinu ásamt Mikael Jakobsen, Silas Songani og Bendit Warren á kontónum og núna fremsti maður Iker Hernández. Lið Aftureldingar, þar Jevgen Galtjuk í markinu. Gunnar Bergmann og Rasmus Kristjansen eru hafsendar með Aron Eli og Bjarnar Pál sem bakverði. Ásgeir Frank, Oliver Jensen og Ásgeir Martins inn á miðsvæðinu, Elmar Kári og Ivo Bras á kontónum og Arnór Gauti fremsti maður. Iker Hernández þarna tapar boltanum. Innan aftur. Bendit tekinni niður og nú held ég að það komið að því. Bjarni Páll Runólfsson fyrsti maðurinn í bókina. Fyrsti leikmaðurinn í sögu íslenskra knattspyrnu til þess að fá gult spjald í úrslitaleikum sæti í bestu deildinni. Óþægilegt jafnvel að vera á gulu spjaldi gegn Benedikt Warren. Það staðan sem að Bjarni Páll í akkurat núna. Vinstri kantinu, Mikael Jakobsen ætlar að senda þannig á teginn. Tveir sem að byrja þarna fyrir innan í rángstöðu. Já, Vestra stíga síðan út og síðan kemur hér sendingin á fjárstöngina. Skalla frá en Silas nær honum hérna á og húttar fyrirgjöfunni. Silas reynir að fara í fyrirgjöfuna, nær ekki komin fram hjá Ásgeiri. Sen tilbaka á Tarik. Tarik með fína sendingu hérna á teginn og hér skalli sem fram hjá markinu. Morten Hansen sterkur í loftinu og annar skallinn svona í leiknum sem hann á. Fyrri fórrendur á markið í fyrri áleiknum en ekki það kraftmikið til þess að sigrast á Jevgen en sem fór síðan fram hjá. Kosti sína tekur síðan bara skoða boltanum eins langt fram og hann mögulega getur Davíð Smára á móti að standa sig hjá Vestra.
úti með Kórdrengi á undan. Benedikt. Býr á mann og annan. Tarik á Elvar. Elvar fór niður hérna eftir að hafa sendt boltan fram völlinn. Elvar aftur. Hér á Jakobsen. Benedikt síðan. Stökka hérna frá varnarmanninum. Á Íker. Íker. Á Elvar. Lítur út í átt að tegnum og kemur síðan með sendingu sem að verður kannski skot en fer vel yfir markið. Pirraði aðeins þarna Silas Songani á hægri kantinum. Rasmus baka á Jevgen. Eftir 12 umferðir í lengjudeildinni. Hann kom í 6 stiga fórustu eftir 15 umferðir, 3 stiga fórustu eftir 18 og mistu síðan Ía fram úr sér í 20. umferð. Vestri hins vegar fór öfuga leið við afturreitingarliðið. Það sattu í 9. sæti eftir 9 umferðir. Rýna, þess að töpuðu aðeins einum leik í næstu 13. Þar voru 9 sigrar. Hér Íker. Hansen úr franski. Lítið og fallegt danskt samfélag fyrir vestan. Benedikt skilur hann hérna eftir og Jakobsen á ferðinni en Gunnar Sigmarsson fljótur að bregðast við hérna og spinti boltanum út fyrir. Ellendur að benda hér Ásgeiri á það að hann þurfa að fara hér eitthvað út fyrir. Nei, hann er ekkert að fara út fyrir, hann var að ná í eitthvað sem hann kallaði leggslíf þarna til þess að setja á sinn stað. Hér Benedikt en hann er ekki komið boltanum þarna fyrir markið eftir að Elvar kastaði honum til hans. Afturhendingu en svo það var að gefa eitthvað merkið það að þeir voru hættir við að gera einhverja breytingu. Elmar Atli. Leiksins líklega. Fekk Ivo Bras hérna, snemma leiks þegar að hann fekk fyrirgjöf á fjárstöngina. Annars leikurinn verið býsna lokaður. Eðlilega er stress á mönnum. Hér er mikið undir. Kjeldsen. Kjeldsen ítir á Jakobsen. Jakobsen kemur hann hérna. Hann gengur ekki á Nacho. Sendingin er ekki hann, það er á Morten.
Ásgeir Marteinsson að fá hér gula spjaldið, annað gula spjaldið í leiknum og bæði hafa þau komið á Mosfellinga. Silas frá árinu 2020, hann var liðin leikið 11 leiki í öllum keppnum. Hér Silas komin á teginn en náðum ekki að valda á knettinum. Vestri unnið 4. Afturhending afsakið unnið 4. Vestri 3 og 4 sem hafa liðin gert jafntefli. Jakobsen með þrumuskot sem varið af Yevgen. Þetta var alvöru tilraun. Tarek hérna síðan og mikil barátta í mönnum en þessi fór síðan aftur fyrir af vestramönnum og markspyrna frá marki Afturhendingar. Sjáum þetta hérna, skemmtilega hælspyrna hér og Benedikt síðan leggur hann hér tilbaka á Mikkel Jakobsen sem á þessa tilraun. En Yevgen Galsjuk vel á verið og kýldi þetta í burtu undir pressu frá sóknarmanni. Kaptefir í öftustu línu. Kjúklingarnir úr Mosó. Tarek, hann kom núna á Nacho. Tarek að það fara til hægri, gekk ekki því að Ronelli komst á milli. Það er síðan Elmar Kári. Elmar fær hann síðan aftur hér í millisvæði. Lítur hérna fram og setur hann í gegn. Arnór Gauti flaggi fyrir ekki en Arnór Gauti missar hann langt frá sér hérna og Marvin Darri nær að komast í boltan. Flaggi fór ekki upp í aðstofadómarunum. Sjáum þetta aftur hér. Virkaði svona fyrstu sín rétt fyrir innan en var það þá líklega ekki. Arnór Gauti Ragnarsson, fréttamarkamaðurinn. Það er ekki slæm þarna. Önnur snertingin. Elvar Gustaf Kjeldsen. Fína sendingu hérna á Jakobsen og Mikkel Jakobsen hins vegar nær ekki að koma hann á samverja. Fína stöðu. Vestri búið að vinna með boltan aftur. Nacho. Ekki góð móttaka þarna hjá Nacho. Vestri síðan með smá tök á þessu hérna. Hér er Benedikt komin inn á teginn. Benedikt með fyrirgjöfun á fjærstungina og hér er fyrsta markið eitthvað. Nei! Hann ver hann Yevgen Galsjuk hérna frá Silas Songani sem hann fekk færið á fjærstunginni. Vel gert. Benedikt Warren fyrir hérna inn á teginn og kemur síðan með sendingun á fjærstungina og hann var mjög einbeittur hann Silas við að setja boltan á markið og gerði það en gert hjá Yevgen Galsjuk. Grönmaðurinn spilnir síðan hér frá marki. Já, er þetta eitthvað að opnast. Arnór Gauti fyrir hér niður og hér er þetta aukaspilna á Kjeldsen sem er ekki ánægður með þetta. Arnór Gauti er eins og mjög ánægður með þetta. Og Ásgeir Marteins
sem að standa þarna í knettinum. Marvin markmaður biður 3 manna vegg. Ég ætla að verða við Óskans. Standa, þá Elmar Kári að fara að taka þetta. Hér kemur Elmar og hann bara með skot. Það beint á Marvin. Nú ekki teljandi vandræði með þetta. Hér 3. gula spjaldið á afturhaldingarliðið. Nú það Ivo Bras sem að var hérna eitthvað að reyna að trufla Marvin eftir að hann greip boltann og að reyna að koma í veg fyrir að hann geti sett hann hratt eitthvað í leik. Sjáum hérna. Þetta var ekki beint alvarlegt brot en þurfa ekki að vera öll alvarleg til þess að verðskulda guldspjald. Ná, trúður leikmaður sjálfur. Tarik. Frá Elmar. Silas sem að fekk þetta fína færi á þann. En síðan lyftur hann hérna og hér Rasmus í baráttinu við Iker en boltinn var hérna á höfðinu á Rasmus og endaði hjá Jevgen í markinu. Skil Frank og Gunnar. Finn pressa hérna á Benedikt. Þetta pressu og Bjarna. Hér erlendur aftur að vísa Ásgeiri Frank. Út fyrir. Það þarf eitthvað að laga þarna sokkana og eitthvað leggslífamálin gerir ráð fyrir. Lendur ekki hrifinn að því að hann sé að leika einhvern Ásgeir Sigurvinsson. Sokkan niðri. Sem að skalla og Tarik Ibrahimovic hamrar hann bara hérna fram völlin og alltaf fyrir út fyrir. Hér kemur Ásgeir Frank Ásgeirsson aftur inn á. Jensen eftir móti vinstri og Ronelli. Hratt en Samherjans voru ekki alveg á sama máli innan við hálftími eftir. Og það allt sem segir með það að það verði dramatík hér undir restina. Silas að vinna boltan. Þetta fyrir Iker sem að leyfir hann bara að fara út fyrir og sem að vestri á. Eitthvað ángra Ásgeir Frank þessa stundina og miklum og mörgum samtölum við erlend dómara. 27 ára gamall. Ásgeir Frank Ásgeirsson. Elmari á löng fyrir Iker. Nú stutt í að afturhending.
gerir hér breytingu, eða jafnvel breytingar sýnist mér. Það sýnist vera tvöföld breyting í farvatninu hjá Magnúsi Má Einarssyni. Ískaldur og Gjeldsson, Morten Hansen og Elmar. Það kemur nú til hægri á Silas. Pressa þarna frá landa hans og hér fer Ivo niður en það var ekki dæmt. Afturhalding eins og þeir búið að vinna síðan boltan aftur. Ivo svona, tekur sér bara tími í þetta. Það komur sér á fætur aftur. Rasmus. Það afturhaldingu. Þetta var nú hérna í áttina Arnari Gauta en lesið að Nacho. Hann gerir Ásgeir vel hérna á vinnu boltan og Ivo tekur stór skæri og Ásgeir síðan með sendingunni upp í hornið á Aron Eli. Aron Eli reyna að koma strax inn á teginn en það var Morten Hansen mættur og bolti var út fyrir á honum. Inn á narsvæðið, Nacho skallar þetta í burtu, Jensen. Og skemmtilegu þrýðningur hér, Arnór Gauti keyrir upp að endalínu, Arnór Gauti með sendingunni á narsvæðið og komur sér í burtu ekki langt og hér Ivo með skot í varnarmann. Tók þetta boltan að Ásgeiri Martins, kemur eins og boltanum á Ásgeir núna. Og Ásgeir þetta með skemmtilega fyrirgjöf en þetta endar í fanginu á Marvin Darra. Hún fljótur að koma boltanum út á Silas. Silas með pláss hér til að keyra fram völlinn en fer reyndar ekki sérstaklega hratt yfir hérna. Hægir á þessu og svo vestraliðið vilji bara stilla upp í sókn. Gjeldsson á Elmar í fætur á Silas. Bæði lið einhvern veginn stilla upp bara í sóknir og aðstæðingurinn nær nánast alltaf að koma öllum sínum leikmönnum aftur fyrir boltan til þess að stilla upp í varnarleik. Nánast eru svona saga þessa leiks. Benedikt sterkur hérna. Elvar Íkar hérna aðeins ósáttur út í vinstra megin, vildi fá sendinguna frá Elvari. Silas keyrir hérna af stað en Nelly gerir vel og setur boltan út fyrir. Og þá eru breytingar í farvatninu. Bjartur Bjarmi Barkason, 21 árs gamall strákur, að koma hér inn á miðsvæði og ekki Guðfinnur Þór Leósson sömuleiðis að koma hér inn á, Rúrik sem að koma inn á. Rúrik sem að frá KR. Frank farin á velli. Ásgeir Martinsson sömuleiðis að fara á velli. Rúrik
deildinni sem kom frá KR. Bjartur Bjarmi Barkarsson sömuleiðis að koma inn á 2005 módel og Bjartur 2002 módel. Upp á Snæfellsnesinu. Hér hins vegar Vestramenn að sækja Benedikt í baráttunni hérna og boltinn dettur í teignum en þá mætir Yevgen Galtsyuk. Bjartur kom bara inn á miðsvæðið. Hér Jakobsen. Benedikt Warren fyrir hérna á vinstri fótinn og upp að endalínur inn í fyrirgjöfuna en vel gert á Bjarna Páli sem að náða að komast fyrir og þetta er hornspyrna sem að Vestri á. Tekur þetta stutt, fara hann aftur hérna og lyftur hann síðan á fjárstíginu en þetta flýgur aftur fyrir endamörk. Markspyrna frá marki, afturrendingar. Jensen Rúrik þarna en þessi sending lesin að Tarek sem að hendi sér fullu í þessa tæklingu og hann er búinn að vinna hann aftur hér. Silas gengur ekki. Vestri að fara að gera breytingu sömuleiðis á sínu liði. Gerðu breytingu í hálfleik sem þeir þurftu líklega að gera því að svo virtist vera eins og Vladimir Tuvisic hann væri ekki alveg heilsu hér undir lok fyrir hálfleiks og hann fór á velli. Hér Rúrik og Rúrik setur hann hér út til hægri á Elmar. Elmar ætti að halda þessu inn og gerir það. Skemmtilegu kloppi, hann fellur síðan við þarna í baráttunni en ekki nægilega mikið brott held ég að dómarnir hafa metið þarna. Jakobsen. Bjartur Barkarsson setti síðan boltan út fyrir hliðarlínu. Hérna sjáum við aftur þegar að Elmar Kári lék skemmtilega á Kjeldsen. Já, það er tvöföld hjá Vestramönnum sömuleiðis. Nacho er að fara hér að velli og Fatamosi að koma inn á í hans stað og Silas Songani er sömuleiðis farin að velli og í hans stað er Sersin Modufal að koma inn á. Hann kemur hérna á hægri kantinn í stöðuna sem að Silas var að leysa. Sersin Fól Senegali, 29 ára gamall. Fatamosi Nígeríumaður, 24 ára. Rasmus lyftur hann hér fram og er fallaður í baráttunni og
Mikil barátta í þessu Ívo Brans hérna sem á gulu spjaldi. Hér kemur fall á flegiferð hér og sjáum þetta skreflangur kemur síðan með fyrirgjöfuna hérna á fjærstungina. Iker hérna virtist ekki alveg nenn að elta þetta en varð að gera á lokum því að Jakobsen var ekki að fara að taka hann. Jakobsen síðan með skiptinguna hér yfir til hægri aftur á Sersin Fall. Senegalinn hér en hann er ekki að komast fram hjá Aroni í þetta skiptið. Elmar Atla sem hérna þeir fjallu saman og fikk eitthvað svona högg hérna á höfuðið hann Elmar en hann er búinn að hrista það af sér. Það er fall, það kom boltan fyrir í þetta skiptið. Þreytaskja að syngja á pöllunum. Reyna að syngja inn eitt mark hér. 15 mínútur eftir. Vestri 0, Afturelding 0. Fyrsta markið er svo sannarlega rándýrt. Þegar það kemur. Skiptingu til Elvar og Jakobsen með sendinguna en Bjarni setur síðan þetta út fyrir Andri Freyr Jónasson sé að gera sér kláran hérna niður hliðalínu en hér eins og Elvar með sendinguna og teginn dettur hér og Iker og þrumuskot sem voru hérna í bakið á Tarik áður en að Mosfellingar koma boltanum í burtu. Á smöll hitt hann þarna, Iker Hernández. Það er miður fyrir vestramenn. Það er Tarik Ibrahimovic. Ná, fyrir. Svona vestralið líklegra þessa stundina og svona meiri kraftur í þeim. Elvar með sendinguna hérna fram á við en náðu ekki koma hann á Sersin Fall. Það er síðan Iker. Það var síðan á Benedikt. Benedikt stendur þetta af sér og setur hann síðan upp í horni en sendingin var aldrei að fara að nýtast. Iker Hernández. Benedikt og ennþá í baráttinu en Bjarni setur síðan boltan aftur fyrir Endabörg og hornspyrna sem að vestri á. Davíð Smári virkar ánægður hérna niður við hliðalínu. Stimpingar inn á marktegnum sem að Erlendur vill leysa. Benedikt hótspyrna hér á nærsvæðið en það er síðan Ívo sem að rumar boltanum hér út fyrir. Þá getur Afturelding gert þessa breytingu og það er Arnór Gauti Ragnarsson sem er að fara að velli. Og Andri Freyr Jónasson sem er uppalinn hjá Aftureldingu, lék reyndar með Fjölni tíma. Hann kemur hér inn á í stað Arnórs.
framherja. Hér Benedikt í mikilli baráttu. Benedikt upp með endalínu og þetta sett aftur fyrir og þeir fá hornspyrnu til. Gunnar Bergmann Sigmarsson vildi reynda meina það að boltinn hafi farið aftur í Benedikt og hafði kannski eitthvað til síns máls. Svo hér veit það ekki samt. Jakobsen með þessa hornspyrnu lyftur honum hér inn á nærsvæði. Skalla frá af Andri. Hann er nýkominn inn á fyrsta snertingin hans. Bjarni á Elmar Kári. Rúrik komur svo þarna í burtu. Gunnar. Vestri svona með tökinn þessa stundina. Jakobsen og þá Hernandez með skemmtilega sendinguna á teginn og Gunnar skallar hann upp í loftið og bótaði með aukaspyrnu á Benedikt þarna inn á teignum. Hlaupaði saman og Rasmus fellur og fellur vel á Gunnar. Jevgen Galchuk 10 mínútur eftir. Hér hins vegar sendingin og hér kemur Ivo Brasa á flegiferð upp á endalínu og ætlar að setja hann tilbaka en frábær varnarleikur hjá Elmari Atla sem að náða að hlaupa þarna með honum og bolti frá honum og aftur fyrir endamörk. Hornspyrna sem afturhending á. Mikill kraftur hérna í Ivo Bras. Elmar hins vegar gefst ekki upp og fyrirliðin gerir vel. Kemst þarna fyrir þessa fyrirgjöf. Ivo tekur hornspyrnu sjálfur. Þéttur pakki inn á marktegnum. Ivo með fasta sendingu á fjærstungina. Þessi flýgur yfir allan pakkan og aftur fyrir endamörk hinum megin. Jakobsen. Elmar hefur betur lofturinn gegn Ivo. Þannig að Tarik. Með Fatamosi hana með sér inn á miðsvæðið. Jakobsen áfram í hólunni hann fyrir fram að á. Hér færi mitt Mikael Jakobsen boltan. Eli með þetta allt á tæru og skallar boltan út fyrir Elmar. Það Rangstad á Setsin Fall. Stengulaði síðan bara náttúrulega fyrir endamörk og markspyrna niðurstaðan. Bjartur keyrir af stað hérna og Bjartur fellur síðan við hérna rétt fyrir utan vítateg en hálfrétt hjá erlendi dómara þarna sem að mat sem svo að það var ekkert að þessu. Fór aðeins þarna brjóskas í brjóskas á eftir þarna en það var smá keppnis og hér síðan Bjarni Páll Runólfsson kominn með krampa. Lagstur hér í grasið og Magnús Már þjálfari var fljótur að kalla til varamann. Sjáum hérna að Bjartur fór á stað hérna og var í baráttunni við Morten Hansen. Morten setur höndir og svona aðeins og öxlinn á honum en síðan stígur hann bara á boltan hér í kjölfarið.
Páll Runólfsson hérna skakklappast í stöðu. Íker, það ekki að koma tilbaka hérna á Elvar. Mikkel Jakobsen er tilbaka á Morten Hansen. Ívo hleypur sér bara hann í vandræð, tapar boltanum. Adam Mosi. Jensen, Mikkel. Tarek hérna stöðvar í för sinni og þá getur Afturelding gert þessa skiptingu. Sigurgeirsson að koma hér inn á í stað Bjarnar Páls Runólfssonar. Bara hér í bakvarðarstöðuna. Skrítin sending og hér Ívo. Ívo hins vegar hlaupin uppi hérna að vestramönnum. Þurfti hérna að hægja á og gefa boltan tilbaka. Ekki verið mjög líklegir sóknarlega í þessum síðari hálfleik. Aftureldingarliðið fyrir utan sprett hjá Ivo Brás áðan. Hér Bjartur aftur komin á ferðina og Bjartur gerir þetta vel upp að endalínu. Bjartur inn í fyrirgjöfuna en þetta fór hins vegar af Sinn Fól sem að hljópa þetta með honum og náði að renna sig fyrir fyrirgjöfuna og hornspyrna sem að Afturelding á. Barkarsson annars spretturinn sem við sjáum á honum upp vinstra megin eftir að hann kom inn á. Hótspyrnan lyftur honum hérna inn á miðan teginn og hér er Marvin sem að slæri þetta í burtu og síðan kemur skoti frá Ívo þarna í varnarmann. Gunnar setur hann út og hér er síðan Ívo. Ívo hætti við fyrirgjörðunum með vinstri, lyftur honum með hægri hérna inn á teginn, skalla frá af Morten Hansen. Síðan koma þær hér á ferðinni. Hér kemur sendinginn og sjáum að Benedikt var að gera sérna réttaðan en sendinginn fór hins vegar beint á Jevgen markmann sem að komir hann út úr vítategnum og síðan brotið hér á Rasmus inn í miðjuhringnum. Ekki samanlegi, hann Fatay Adamosi. Hjörvar sem að komið út fyrir völlinn til þess að taka á móti honum.
50 sekúndur hér eftir af mínútunum 90. Það lítur ekkert út fyrir það að þessi lið sé að fara útkljá þetta á mínútunum 90 eða hvað. Hér eru vestarmenn að vinna boltan en sendingin síðan inn fyrir gekk ekki. Elmar Kári með fína sendingu út til vinstri á Ivo. Tilbaka á Elmar síðan laumar hann aftur á Ivo hér upp að endalínu og hætti við fyrirgjörum fyrir á hægri. Ivo reynir að koma hann fyrir en Elmar Kári gerir vel að komast fyrir. Þá er það Aron Eli hins vegar lyftur hann hérna yfir þetta allt saman og boltinn rúlar út fyrir hliðarlínu hinum megin. Sigmarsson, ekki nóg með að hann sé að fá gult spjald hjá erlendi dómara, þá var hann að fá krampa líka. 4 mínútum bætt við hér. Gunnar eftir verkjaður. Hernandez og ætlaði síðan að spretta í stöðu en það var líka minn stopp. Hingað ekki lengra. Nú var hann á bekk. Afturhendingum að finna Baldur Jón Hallgrímsson sem var einn vinsælasti keppandinn í Herra Ísland. Fyrir svona 20 árum. Mikael Jakobsson. Sen. Eftir hana. Það hann síðan aftur hér. Gunnar býður eftir að koma inn á og Jakobsen lyftur hér inn á teginn og hér kemur skallinn en engin kraftur í þessu. Gustaf Kjeldsen sem að átti þennan skalla. Jevgen Galsjúk síðan þrumárinn hér fram og við erum búin að flagga áður en að Marvin Darri spyttir í knöttinn. Svo á 4 mínútum bætt við og stefnir í það að við séum að fara í framlengingu hér. Mikið fyrir peninginn. Framlengingu, þá fyrir við að öllum líkindum bara alla leið í vítaspyrnukeppni líka. Allt fyrir ykkur, kæru áhorfendur. Martin Hansen hérna til hægri áfall. Framvísir hann hérna frá sér og vinnur hins vegar aftur og áfram með leikinn. Sýttum fall en þessi sending var auðlesinn af Aron Eli Sævarsinni. Þessi bolti fyrir sig út fyrir og Kári hafði með að geta pressu en gekk boltan í sig og skust hann út fyrir. Kári Kosic. 17 maður uppalinn í Mosó. Hernandez og Adam Bögger spilur hann. Það átti sjá á Erlendi Eiríksinni að þetta var eiginlega ekki hans ákvörðun því að hann svona eins og hann var að bíða eftir niðurstöðu frá Pétri fjórðardómara þarna sem var betra sjónarhorn á þetta.
vítaspyrna sem að Elmar Kári tekur. Lyftum við sér hér inn á teiginn og bara þetta í loftinu. Vestranmenn koma boltanum frá. Það er Gunnar í mikilli baráttu við Benedikt. Benedikt tekur hérna niður á grasi en umkringdur leikmönnum afturhendingar. Aron síðan með sendinguna en Elmar Atli sópar þessu í burtu. Eðlilega svona ásjá þreytu merki á nokkrum leikmönnum. En síðan Elvar á Mikael Jakobsen. Jakobsen á Benedikt hér í sínu uppáhaldsstöðu. Benedikt Våreng kemur inn á völlin, reynir hér skot sem að fer í varnarmann og hátt í loft upp og enda síðan í fanginu á Jelven Galsjuk. Jelven vill ekki taka neina sensa hér á þessum loka sekúndum. Rúrik hér fram á við á Andra Frey. Andri Freyr snýr hérna og er að leita skotinu. Andri Freyr ennþá með hann en er síðan stöðvaður og þá flautar Erlendur Eiríksson dómari til leiksloka hér. Við erum að fara í framlengingu í þessum úrslitaleik sæti í bestu deildinni á næsta tímabili. Skagamenn að sjálfsögðu unnu lengjudeildina og tryggðu sér þar með sæti. Þurfum að bíða eitthvað lengur eftir því að komast að því hvort það verði Vestri eða Afturelding sem að fylgir Skagamönnum í bestu deildina. Keflvíkingar verða í lengjudeildinni á næstu leiktíð og við þurfum eitthvað að bíða og sjá hvaða lið fylgir þeim síðan niður. En þjálfararnir fá hér augnablik til að fara aðeins yfir málin með sínum mönnum. Gæti trúað að þetta taki býsna mikið á suma sem að er að fylgjast hér með sínu liði. En hvoru liðinu tókst að skora hér á þessum 90 mínútum. Meðan að meðaltalið 4 mörk í leikjum liðana í sumar. Hér er hins vegar einhvern veginn meira undir og það má sjá á leikmönnum. Enes Kókits þarna sem að með langa og góða ræðu. Svona Magnús Már. Aðeins rólegri þarna. Hann er eins og núna í þessum tölu orðum að ræða mikið við sína menn. Dikta að vellinum hér sem verður notaður lengur heldur en notaður Breiðablik í sambandsdeildinu og spila heimaleiki sína hér og svo fyrsti verður einmitt á fimmtudaginn kemur hér í beinni útsendingu og sjálfsögðu hjá okkur á Sportinu þegar að
að stela nafnu á úkraínska liðinu sem þeir mæta. En þeir eru í það minnsta frá Úkraínu. Töpuðu fyrsta leiknum í Ísrael gegn Maccabi. Það leika síðan gegn Belgorm, ekki Gent. Í þriðju umferðinni. Íslenska landslið spilar hér 2 heimaleiki mitt miðjan októbermánuð. Liechtenstein og Luxemburg heimsækja okkur. Það er seinni tíma mál. Þeir báðir leikir sömuleiðis í beinni hjá okkur á Sport. Stöð 2 Sport. Besta sætið, eins og einhverjum myndi segja. Þá er allt klárt fyrir framlengingu hér. Fyrirliðarnir kallaðir aftur til. Kannski ekki í síðasta sinn því að ég er ekki hlessa. En við færum alla leið í vítaspyrnukeppni. Það er Andri Freyr Jónasson sem á upp á spyrnu framlengingarinnar. Leikaliðin þarf að segja afturvending, leikur aftur í átt að sundlauginni eins og við gerðum í fyrri áleik. Rasmus lyftir honum hér fram, þetta er skalla frá af Hansen. Það er síðan Tarik. Boltinn hins vegar eitthvað heitur og Tarik mista hann frá sér. Sendingin á Ivo. Ivo rennur hana utan vallar. Elmar Atli kemur hann tilbaka og Hansen sem að setur hann fram. Og síðan sett sín fall. Sendingin fyrir aftan Iker. Og síðan kemur hér ákveðin sending tilbaka frá Gunnari. Rúrik gerir þetta vel, kemur hann hér út til hægri á Hjörvar. Hjörvar síðan inn á miðsvæðið. Rúrik síðan skiptir yfir til vinstri á Ivo. Hann gleymdi aðeins boltanum en kom ekki að sök. Komið hann aftur hér, Portugalinn. Smá tæknilega örðuleikar hann hjá Ivo Bras. Aron og Elmar Kári, en sendingin gekk ekki hérna. Benedikt lyftur honum síðan hérna fram en hann er ekki að koma honum á Iker. Hér er síðan Bjartur og Bjartur fellur hér við og hér er dæmd aukaspyrna rétt fyrir utan vítategin. Bjartur Barkarsson komið sterkur inn hér í þennan leik. Átti 2 öflug hlaup undir lok venjulegs leiktíma. Og hér sækir hann síðan aukaspyrnu fyrir Mosfellinga. Elmar Kári. Það vist alltaf bara að taka þetta. Átti skot hér í síðara hálfleiknum sem að fór í raun og veru nánast beint á Marvin Darra í marki vestra. Fá að sjá 18. markið frá Elmari Kára Kosic. Jensen stendur þarna með honum, en hér kemur Elmar Kári, hann lyftir þessu bara hérna í 8. marki. Þetta var aðeins skrítið, verður ég að segja. Það virkaði svona meira eins og sending í 8. markinu. Eðlilega kannski að vanda sig aðeins að reyna að koma sér bara á markið. Sem reynda
gekk ekki í þetta skiptið. Marvin spilnir hér frá marki, Ívo með skallan og þetta Mosi hér tilbaka og Elmar og fara síðan aftur. Kjeldsen, hann finnir bara Aron Eli. Aron kemur hér á Jensen. Jensen út til hægri, heldur hlaupin áfram að það. Oliver Jensen, ásmannum frá Rannes, hundeltur reyndar að Badi Mosi. Sem gerir vel og vinnur boltan fyrir vestramenn. Rasmus skallar frá Elvari. Hér er svo dæmd aukaspyrnu á vestra. Leikið að sjálfsögðu 15 mínútur. Eins og lög og reglur gera ráð fyrir í framlengingum. Ég sakna reyndar gamla gullmarksins. Kannski er ég bara einn það. Oliver Jensen lyftur honum hérna í átt að vítategnum en kemur ekkert úr þessu. Hér er Tarik Ibrahimovic að fá miða á hliðarlínunni og hleypur síðan hér á milli leikmanna til þess að kynna þeim systemið sem að á að setja upp. Þau fá miða hér þegar 5,5 mínúta er liðin af framlengingunni. Spurning hvort þið hefðu getað farið yfir þetta bara í hlénu sem myndaðist fyrir framlenginguna. Iker Hernandez en Rúrik gerir vel þarna sterkur gegn honum. Hér er pláss, setur boltan hér út til hægri og hér kemur hann á ferðinni. Bjartur síðan með sendinguna en það er svo kraftmikill þarna í sendingunni og þessi fór út fyrir hliðarlínu hinum megin. Jakobsen sestur. Elbeck Jakobsen tók þátt í 21 af 22 leikjum í lengjudeildinni sjálfri og sem varamaður í báðum leikjónum gegn Fjölni en hann er hins vegar að fara hér að velli og Guðmundur Arnar Svavarsson er á leiðin inn á í hans stað. Svavarsson 21 árs gamall, valinn fyrir vestan. 37 leiki í lengjudeildinni, skoraði 1 mark. Kemur bara hér inn á miðsvæðið í stað Mikael Jakobsen.
sem mikill spjallari, finnst gaman að fara yfir brotin sem að hann verður fyrir við mótherjan og virkar góðlátur. Spilna skal hins vegar taka á réttum stað þegar að Guðmundur Arnar stendur þetta með Benedikt. Síðan lyftur þessu hérna á tegin en ekki fyrst skipti sem að Yevgen Galchuk fær svona þægilegan æfingabolta á tegnum. Rúrik hér og Ivo tapar eins og boltanum og hann liggur hérna eftir og heldur andliti og fær aukaspyrnu þarna sem að virtist vera dæmt nokkuð seint og Ivo er komin að fætur hérna og kvartar hér aðeins. Ég meina hann að fengið olnbogaskot og með sannanir. Blæður úr honum og ef það blæður úr honum þá þarf hann að fara að velli. Tarek reynir hins vegar að útskýra fyrir honum að þetta sjáum hérna fær klárlega höndina á Tarek. Það er bara Himadjik í sig en slys. Leys úr þessu og leikurinn komin í gang aftur. Rúrik setur hann upp í hornið en Ævar Brans var hann er ennþá að vorkina aðeins sjálfum sér hérna. Það blæði eilítið einhverstaðar úr tannholdinu hjá honum. Kemur hann sér í pressuna en Elmar Atli lyftur honum framvöllin. Skalla frá af Gunnari. Tarek missir hann út fyrir hliðarlínu. Það sé bara rétt munað hér hjá mér. Það er 100 mínútur liðnar spilaðar hús upp á tími að 2 bestu tækifærin hafa kantmenn fengið. Ivo Brás í fyrri hálfleik fyrir afturhendingu og Silas Songani síðan í seinni hálfleiknum fyrir vestramenn. En annars hefur þessi fótboltaleikur alls ekki verið galopinn og færa mikill. Aron fýtt dansari og sjáum hann að það var að lyfta honum með að vippar honum fram en ekki koma honum á samverja. Guðmundur síðan tilbaka og Marvin Darri þrumar boltanum með fram völlin þar sem að Gunnar á skallan. Þetta er gult spjald. Og nokkuð ljóst. Oliver Jensen að fara í bókina hjá Erlendi. Afturhending hefur einokað spjöldin hér í dag í Laugardalnum því að þetta er ekki 5. gula spjaldið sem að hefur farið á loft og allt er það leikmenn afturhendingar sem hafa farið í bókina. Tarek Selsinfall hérna og kemur eina utanfótar á fjærstungina og hér er fyrsta markið! Iker Hernandez er að koma vestramönnum í forystu! Varamennirnir að sjá þetta! Selsinfall að það með stórbrotna utanfótarsendingu á fjærstungina þar sem að Iker Hernandez sem er búinn að skora 1 mark á þessari leiktíð kemur vestra hér í forystu þegar 103 mínútur á klukkunni. Vestri 1, afturhending 0. Sjáum þetta aftur hérna. Sjáum hérna Selsinfall færan
kemur hérna inn á völlinn, vildi alls ekki nota vinstri fótinn. Akkur ætti hann að gera það með þennan hægri fót. Frábær sending og Iker Hernández virðist trilla smelt honum upp í þaknetið með legglífinni. Sjáðu þið hér. Nei, þetta er bara frábær rist þarna hjá honum. Og þetta er frábær afgreiðsla. Og Vestri komið hér yfir. Hvernig bregðast Bændur úr Mosfellsdalnum við þessu? Hér er Bjartur. Brottið á Bjarti. Iker er ennþá að fagna markinu þarna. Hann hljóp bara yfir Bjart. Frábært mark þarna hjá Vestra sem að kveikti heldur betur í stuðningsmönnum þeirra eins og gefur að skilja. En hér á afturhending aukaspyrnu. Ivo Braz ætlar að taka hana. Ivo lyftir hérna inn á teginn og þetta er hins vegar sterkt hjá Marvini Darra í markinu sem að kemur og grípur þetta. Liggur hins vegar aðeins kvalinn hérna eftir. Og reyndar ekki bara hann því að sýnist Elmar Atli sömuleiðis liggja þarna eftir. Já, Elmar fer líklega vest úr þessu, út úr þessu því að það sé ekki betur en að Marvin rekist þarna í hann í höfuð á honum þegar hann farin upp og grípur boltann. Vestri er hér 15 mínútum frá því að tryggja sér sæti í bestu deildinni.